Komið sælir, kæru boðamenn, þá komið ykkur. Nú ég að lesa bara aðeins fyrir næstu viku og bara hvað vikan færir ykkur. Og ef þið viljið fá svona persónlega lestur, þá bara að hafa samband við mig á Messenger. Sko einfalt, finnum eitthvað út úr því. Ég ætla að byrja að draga þemaspil fyrir vikuna. Eitthvað svona sem að lýsir vikunni í heild. Kæru boðamenn, þemaspilið ykkar er samferðamenn ykkar. Stuðningur allt í kringum ykkur. Ok, vísbending til ykkar að hafa samband við þá sem að í ykkar nánasta umhverfi og þá sem að ferðast með ykkur og hér náttúrulega verið að vísa bara til þeirra sem ferðast með ykkur í þessu lífi eða þessari jörðu og stuðningur allt í kringum ykkur. Þannig að ef þið þurfið stuðning, finnið ef þið ekki fyrir honum og þá bara að leita hans því hann virðist vera til staðar. Ok. Þá skulum við kíkja á vikuna, boðamenn kærir. Hvað í gangi í þessari viku fyrir ykkur? Við skulum sjá, kjarni vikunar, kjarni málsins. Já, það drottningin. Þetta geta verið þið sjálfir, þetta getur verið þú, kæri boðamaður. Sem svona skýr og skorinn orður þessa vikuna. Skorinn orður, heitir það víst. Skorinn yrtur. Jæja, whatever, skiptir ekki máli. Allavega, að þú tjáir þig skýrt þessa viku. Þetta getur verið manneskja í kringu þig, í þínu lífi líka. Þetta getur verið að þú þurfir að segja einhverjum eitthvað á skýran hátt eða þú þarft að taka ákvörðun án þess að hika og láta tilfinningarnar ekki spila þar inn í eða hlaupa með því í gönur. Það kjarni vikunar. Ok. Það sem hjálpar boðamaður góður, það er mikil knýjandi orka til staðar og svona drifkraftur og áhuga á að láta hlutina gerast og það er eins og eitthvað sé farið af stað og þá bara að virkja þessu orku og nýta hana til að koma hlutum áfram. En það sem gæti hindrað aftur á móti, það er fortíðartenging. Það gæti verið nostalgía, viljinn til að vilja hafa hlutina alltaf eins eða að hugsa að hlutirnir hafa alltaf verið betri hérna í den og eins og þetta núna ekki nógu gott. Þetta getur verið eitthvað neikvætt úr fortíðinni líka sem að hindra. Einhver tenging sem ekki hefur gengið upp. En það sem upp á yfirborðinu og það sem þið vitið, kæru boðamenn, með þessa viku, það að einhver ný efnisleg byrjun farin af stað. Ef til vill kemur manneskja til ykkar og býður ykkur akkurat það sem ykkur vantar. Það getur verið í formi fjármuna eða aðstoðar. En þetta allavega eitthvað sem að þið kannski eigið alveg eins svona eða vitið af eða þið eru að fara að bjóða einhverjum öðrum. Eitthvað nýtt og spennandi að fara af stað.
það sem þið vitið ekki, það sem undir niður gæti verið falið, það einhvers konar vonbrigði eða sorg. Og það þá bara að taka því sem að höndum ber ef að það lætur á sig kræla þessa vikuna. Þetta getur verið hvað sem í raun og veru sem að veldur því að líðanin fer aðeins úr skorðum hjá okkur. Við skulum sjá fram að þessu, það sem búið. Það tilfinningatengt. Það getur verið að þið séu búin að setja af stað einhverja ákveðna svona bón eða tjáningu. Þið hafið tjáð ykkur við einhvern varðandi það hvernig ykkur líður. Þetta getur líka verið ung manneskja, ung tilfinninganæm manneskja, ef hún tengist á einhvern hátt inn í vikun ykkar. En þetta tilheyrir fortíðinni og það þarf ekki að hugsa of mikið þetta akkúrat núna í tengslum við það sem að fara að koma. En þetta getur líka verið fyrirgefning. Einhver sem hefur beðið ykkur fyrirgefningu eða þið hafið þurft að biðja einhvern afsökunar eða fyrirgefningar á einhverju. Nú eða bara hreinlega, kæru bóðamenn, að þið hafið eða eru skotnir, eins og við segjum, í einhverjum, af því þetta eru svona ungæðislegar tilfinningar. Þetta ekki svona einhver þroskuð ást og rómantík, ekki þannig. Þetta byrjunin á einhverju. En við skulum sjá hvað framundan, það sem að koma til ykkar, kæru bóðamenn. Það fjárhagslegur stöðugleiki, efnislegur stöðugleiki, uppbygging og það að fara vel með fjármuni, huga vel að öllu efnislegu, öllu sem að þarfnast viðhalds og uppbyggingar. Það kraftur og styrkur í þessu spili og þetta bendir til þess að það einhver hér sem hugsar vel fjármuni og gæti líka bendið þess að það þurfi að halda sér höndum og spreða ekki of. Bara passa sig að vera ekki of nískur. Það aldrei jákvætt. Ok, þið í stöðunni, bogamaðurinn, þið sjálf, standið í þeim sporum að vera að endurmeta stöðu ykkar. Þið getið verið að endurmeta eitthvað sem gerist í síðustu viku, eða eitthvað sem gerist fyrir einhverjum árum síðan. Þið getið verið að horfa lengra til fortíðar, því að fortíðartengingin kom líka upp hérna áðan. Það einhvers konar endurmat sem á sér stað og þið eruð að velta fyrir ykkur hvað hafi farið vel og hvað ekki og hvernig þið getið nýtt ykkur það í dag. Þið þurfið að varast að dæma ykkur sjálfa of hart. Að reyna að taka það jákvæða úr stöðunni sem hægt. Hér verið að brenna fólk á báli fyrir væntanlega trúarskoðanir eða sem var kallað villutrú eða eitthvað slíkt. Þannig að það verið að dæma fólk mjög harkalega í þessu spili og ábending til ykkar að gera ekki slíkt, hvorki ykkur sjálfa eða aðra. Ok, umhverfi bogamanna þessa viku, hvað færir það bogamönnunum? Það færir ykkur eitthvað óvænt,
skemmtilegt, eitthvað sem að við myndum segja örlögin komið með. Örlögin að spila hérna stórt hlutverk og engin leið fyrir ykkur að átta ykkur á þessum þætti. Eina sem þið getið gert bara að taka á móti þegar það kemur. Skemmtilegt, hið alsjáandi auga þarna, fylgist með og þetta hjóli yfirleitt kallað örlagahjóli eða gæfuhjólið sem að svona bendir til þess að þið eru svolítið að uppskera það sem þið hafið sáð og kannski í tengslum þá við hérna eitthvað úr fortíðinni. En allavega jákvætt það sem kemur með örlagahjólinu. Ok, síðan það niðurstaðan eins og þið vonið að hún verði eftir vikuna. Það sem þið vonast til að gerist. Þar fáið þið aðra drottningu. Drottningin kom hérna áðan sem fyrsta spil. Drottningin í sverðum. Hér höfum við drottninguna í stöfum. Þið vonist eftir að hlutirnir bara gangi af krafti. Stafadrottningin frumleg, sterk og hún getur verið góður leiðtogi. Hún full af ástríðum og framkvæmda orku. Kemur hlutum af stað, kyndir undir alls kyns hlutum. Nú, þið geti líka verið að vonast eftir þar að segja útkominni að hún sé bara í formi þessarar mannesku. Þessi drottning hugrakk og hún yfirleitt hrókur alls fagnaðar, það að segja allir taka eftir henni þar sem hún stödd. Þetta svona kona sem glæsileg í alla staði. Ef til vill eruð þið með einhverja þannig konu í huga sem að þið eruð að horfa til. Það samt sem áður ekki mikið einhverju rómantík eða tilfinningar hérna. En hver veit hvað kemur inn með örlagahjólinu og síðan var þetta einhvers konar tilfinningatjáning hérna í fortíðinni. Þetta var það sem þið eru að vonast til að gerist. Líkleg útkoma hins vegar. Það sem að ekkert endilega sem fer saman við ykkar óskir. Já, hún ekki eins jákvæð og þið kannski eigið von á. Því að hér einhvers konar óheiðarleiki á ferðinni. Þetta gæti verið einhver sem ekki segir satt eða að svíkja eitthvað sem að þið voru búin að ákveða. Þetta gæti verið blekkingar eða einhver sem að þorir ekki að horfast í augu við hlutina eða takast á við hlutina. Að fara eins og köttur í kringum heitan graut sagt. Þannig að útkoman á þá leið og fer ykkur ef til vill ekki í vil, allavega ekki eins og en við erum bara að tala hérna eina viku. Ég vil taka hérna eitt spil í viðbót ofan á þessa 7 sem vagninn. Vagninn táknar kraft og framför og að hlutir séu að fara að gerast og gerist eftir þínum óskum.
þá stendur 7 hérna eins og einhvers konar aðvörun að bara fara gætilega og varast það að einhver fara á bakvið þig, hreinlega. Gæti verið í formi þessarar manneskju eða tengst orkunni sem að þessi manneskja hefur með sér. Þarf ekki að vera. En þar sem að þú ert hérna að fást við fjármuni á næstunni, þá gæti þetta líka verið í tengslum við peninga. Fólk sýnir nú oft á sér skrýtnar hliðar þegar peningar eru annars vegar. Að öðru leyti líst mér ágætlega á þessa viku, kæri bogamaður, ef þú verður fyrir einhvers konar svikum, legum, vonbrigðum, óheiðarleika, ef að það raunin hér, því að hérna undir niðri virðast líka vera svona erfiðar hugsanir, þá bara að gera að muna að þetta bara ein vika og vagninn tekur við hérna sem sýnir mér að hlutirnir muni þróast áfram á jákvæðan hátt. En svona lífið bara stundum, win some, lose some, eins og við segjum. Varðandi fjármál, vinnu, allt sem efnislegt peninga, ætla ég að taka hérna eitt spil fyrir ykkur bogamenn. Og þið fáið hérna spil sem fjallar skipulagningu. Það hver var það sem fékk þetta líka? Man ekki hvort það var Vogin. eða Sportdrekinn held ég, sem fékk líka þetta spil. Það bara verið að tala hérna að láta orðið skipulagning ekki hafa fælandi mátt á okkur, fælandi áhrif, heldur það sem þið að fara að gera, mun ganga mun betur ef þið skipuleggið ykkur. Fjárhagurinn, næstu skref sem þið ætla að taka varðandi hann munu ganga betur ef þið skipuleggið ykkur vel og sjáu hlutina skýrt fyrir ykkur. Þannig að það virðist vera bara svona lykilorð fyrir vikuna og mér sýnist þið nú vera svolítið að fara eftir því hérna. Svo það blessuð ástin. Eitt spil fyrir ástina líka. Hún verður að fá að vera með. Bogamenn og ástin. Ég ætla að snara þessu yfir á íslensku, þessu fallega spili. Ég segi já við þig, því að þú heyrir hugsanir mínar, þú skilur drauma mína, þú ert besti vinur minn, þú fyllir líf mitt gleði og þú elskar mig takmarkalaust. Afskaplega fallegt. Ég ætla að sýna ykkur hérna hinum megin og sést myndin betur. Þetta eru skilaboð ástina varðandi vikuna, þannig að eitthvað fallegt þarna fyrir ykkur, kæru bogamenn. Gleymið ekki þemaspilin ykkar sem fjallar allan stuðningin í kringum ykkur og fólki sem með ykkur í þessu lífi. Reyniði að finna fólki sem til staðar fyrir ykkur, elskar ykkur skilyrðislaust og styður ykkur þegar á móti blæs. Svo mörg voru þau orð, kæru bogamenn. Ég vona að vikan muni verða ykkur góð og óska ykkur allsins besta. Ljós og kærleikur.